En svona stærsta sko merkingabærasta og magnaðasta reynsla á psychedelic er það sem heitir Bufo eða líka kalla 5-MeO. Já, ég bara heyrt það, ekki prófa það. Já, og það talað sko að það sé, þú veist, 5 sinnum öflugra heldur en DMT, þú getur líka tekið DMT, þess bara andaði inn sko. Og ég hef prófað það var líka mjög sérstök reynsla. En hvað gerði Bufóið? Bufóið sko það, og ef við tölum að sé erfitt að koma hlutunum í orð, að reyna að útskýra einhvern heim sem að þú veist, að því að þú veist, ég er nýkomin út í því að þú veist, mér langar til að segja alla mannkins söguna og ég get ekki komið upp einum stafum, ég get ekki sagt eitt orð mann. Já, ég skil þig. En það sem að það gerir við mann og þú veist þetta er svolítið lýst svona, þetta er bara kjarnorkusprengjan í andlega heiminum, skilur við, það ætlar að fara bara ætlar að njúka málið, skilur við mig, að þú veist, og þeir sem ég hafa farið í þetta og þeir sem ég hef rætt við, þú veist, ég er rosalega sölumaður fyrir það sem ég trú á, þess vegna er ég að selja þetta námskeið sem ég er með, svo koma staðir á þessu andlega ferðalagi sem að ég er langar að vera sölumaður en ég gef svolítið engin sölumaður fyrir það, af því að þetta er einfallega það stór ábyrgð og ákvörðun fyrir hvern mann að taka, það persónuleg og það djúp að þú á, þú veist, 30 mínútum tilfinningin eins og þú vitir alltaf þetta hafi verið, þú fattar alltaf þetta er semst, þú andar það sinn þetta er einhver, þetta er semst annars vegar er þetta bæði efni sem er framleitt, en svo er þetta líka semst að þetta uppgötað, þetta er semst efni sem er skafað af froski, Sonoran frog og Sonoran desert frog og ég veit ekki hver fattaði þetta fyrst, hann gerði þetta fyrst árið 1980 þú tekur þetta, þú þurrkar þetta svo kveikir í þessu og þetta er náttúrulega Er þetta svo stutt síðan það var gert fyrst, bara 1980? Já, þetta er bara, þetta á sér nánast enga sögu. Já, ég skil. Þetta á sér nánast enga sögu og þetta er alveg umdeilt í svona, fólk vill að þetta sé náttúrulegt og líf og eins og þú veist, ayahuasca er búið að vera í 1000 ára og sveppur er náttúrulega bara að vexa á jörðinni, skilur það ekki eins og sé eitthvað, en þetta er svona, en það sem þetta gerir, þetta er svona eins og þú bókstaflega deyr, þú veist, þú bara, og þú vissir, og þetta er ábyggilega það sem gerir til maður fer, þú vissir allan tíman, það er svona tilfinning, það er svona knowing, þú vissir allan tíman að þetta er það sem myndi gerast. Þú vissir allan tíman að þetta er staðan. Þú vissir allan tíman að svona er þetta. Og það sem þú veist er það sem er síðan ekki hægt að segja, því leiðu þú setur eitt orð á það, þá er það ekki það. Þetta er eitthvað sem maður þarf að prófa. En þú bara áttar það á því og það sem gerist er að þú veist, hvað gerist við degum? Við þurfum að kveðja allt. Og við þurfum líka, og þess vegna er þetta virkar þetta, við þurfum að kveðja öll áföllin og alla harmana og allt sem er mikið þorað að horfast í augu við. Og þú ferð að því að við hérna niður erum ákveðinni tíðni, það er svona ákveðin lág tíðni sem fylgir því að vera í kjötlíkama, skilurðu. Þetta setur þau í það háa tíðni að það fer í gegnum allt sem að er orðið svona eins og klumpar í líkamanum sem eru áföllin og allt það. Og bara setur þau á það háa tíðni að þú bara springur út og þú verður allt og ekkert á sama tíma og þú áttar þig á því að þú ert allt og þú ert ekkert og þú áttar þig á því að það er það sem Guð er, að hann er allt og hann er ekkert og það er í raun og veru ekkert sem við getum gert í því að þetta sjó bara er, það er eins og það er og maður hefur þetta auðmjúka hlutverk að vera einstaklingur, lítið ego í þessum heimi sem er svona eins og lítil brynja í kringum það að vera almættið. Já, þú var kannski að reyna að selja það en þú ert búin að selja mér þetta alveg. Nei, ég ætla ekki að segja svona alltaf best að sölumæðskuna að segja einhverjum að prófa ekki eitthvað. En þetta er bara fyrir þá sem fara í þetta því að þetta, þú veist, og hvað fara í þetta og ég sé þetta fara og þegar ég horfi í augun á fólki sem hefur farið og það veit og það ég veit og þá hef ég eiginlega umsjöflaust bara og ég finn bara núna maður verður bara nánast viðkvæmur að þetta er bara þetta er bara það stærsta sem gerir á lífinu. Þú veist bara, ég get alveg ímyndum regna spötn og svona en þú veist, þú verði í þetta.
Ég tengi alveg við það, maður getur verið mjög viðkvæmur þegar maður er að segja frá þessum reynslum. Já, þetta er bara... Og ég er með playlistin sem að spilaður í sílósípin hérna, þerapíinu minni meðan í Spotify og svona og þegar ég bara spila playlistan þá bara vökna ég mér augun sko. Já. Það er svakalegt. Því að þú bara áttið á allt þetta leikritsjónum í hérna og þessi rifrildi og þú veist, þessi þjáning sem við gangum í gegnum, þetta er svo, svo ónauðsynleg, skilur. Þú veist, við erum öll svo mikil svirði. Já, þetta ég verð að prófa þetta. Það er alveg, ég sé það.